Heyrðu, hann kominn inn þann Halldór Árnason, hann hagfræðingur og hann var að skrifa grein það að það veri mikilvægt að við myndum halda utan neyslu láglaunafólks til þess að geta metið áhrif verðbólgunnar á láglaunafólk vegna þess að það ekki alveg gefið að neysla láglaunafólks sé alveg eins og fólks almennt. Er þetta ekki ágætur inngangur hefur? Jú, þetta bara... Af hverju? Af hverju er þetta mikilvægt? Sko, þetta bara mikilvægt til þess að við getum verið að ræða hlutina út frá bara á réttum forsendum. Það alltaf verið að tala að það þurfa að standa sérstakann vörðum kjör láglaunafólks og svo verið að taka saman launaþróun mismunandi hópa og þar með talið lágtekjuhópa og bera allar þessar tölur saman við eina verðbólgutölu. Forsenda fyrir slíkri umræðu sú að allir séu eyða peningurinn sínum í það sama. Sem ekki. Sem að, þú veist, það sér bara hver maður að lágtekjufólk sko, þeir sem eru með lægstu launin eru náttúrulega ekki að eyða penningunum sínum í það sama og þeir sem eru bara millitekjuhópar og hvað þá hátekjufólki sko. Og við höfum heyrt náttúrulega stjórnmálafólk og líka fólk í Seðlabankanum fyrir að segja undanförnum misserum að verðbólgan hitti náttúrulega verst þá sem að hafa lægstu tekjurnar. En það vantar eiginlega svona botnin í það, svona stjörnu á bakvið það og hvernig gerist það? Geturðu, er hægt að finna það út hvernig lágtekjufólk hvernig það eyðir sínum fáu krónum og síðan þeir sem hafa miklu meira umleikis? Ef það er hægt að gera það fyrir meðalmanneskjuna, þá það hægt að, ég trúi ekki að það sé hægt að gera það fyrir lágtekjufólk sko. Það bara, þetta byggir náttúrulega alltaf á einhverjum mötum, skilur, einhverjum nálgunum. Það bara eðli tölfræði að það er verið að reyna að einfalda flókin veruleika. Ég er alveg fylgjandi því, ég er ekki ósammála aðferðafræðinni við að hafa eina samræmda launavísitölu og svo eina samræmda verðbólgutölu til þess að taka svona heildarmyndina. Það verður betra að geta kíkt þarna undir. Já, ef við ætlum að tala launaþróun mismunandi hópa. Já, við skoðum mismunandi launaþróun eftir starfsstéttum. Já, akkurat, en við skoðum ekki neysluhegðun mismunandi hópa í þessu sama samhengi sko. En þú reyndir það? Já, ég reyndi það. Ég setti saman bara svona ímyndaða neyslukörfu fyrir dæmigerðan láglaunamann. Og ég bar það bara saman. Ég bara tók saman hvernig sú neyslukarfa þróaðist. Og það sem að maturinn vegur þyngra, það sem að húsnæðiskostnaður vegur þyngra. Já, ég segi að húsnæðiskostnaður og matarinnkaup séu 90% af neysluútgjöldum fólks. Hinn 10% þetta ekkert vísindalega gert hjá mér sko, þetta bara einhver ímyndun sko. Og ég segi hinn 10% dreifast bara svona eftir einhverju tilfinningu sko. Og það kom bara í ljós með þessar forsendur að sko frá því bara í maí 2021 held ég sé ekki að ljúga fyrir 1,5 ári. Já, fyrir 1,5 ári byrjaði sko þessi neyslukarfa, ímyndaða neyslukarfa að hækka meira heldur en vísitala neysluverðs. Þannig að verðbólgan bítur harðar þá sem eru með minna. Já, miðað við þessar forsendur. Þannig að þá eru bara venjuleg hinn dæmigeri láglaunamaður, ef við segjum sem svo, búin að horfa fram á meiri kostnaðarhækkanir heldur en bara meðalmaður. Nú, sko, auðvitað líka meðal, það náttúrulega verið að tala alltaf launaþróun lágtekjufólks og hún hefur verið hagstæðari líka. Þannig ég bar þetta bara tvennt saman til þess að meta kaupmátt fyrir þessa hópa. Ég tók þessi 2 hópa fyrir sem eru þeir sem voru með lægsta miðgildi tekna reglulegra launa árið 2021. Sem þá hvað verkafólk sem kannski fólki sem í Eflingu og svo afgreiðslu fólk og þjónustu og sölu þjónustu, sölu, afgreiðslu fólk. Já, þeir sem eru með lægstu tekjurnar í VR. Já. Það ekki alveg þannig að ef fólk vil hafa eitthvað í huga. Jú, akkurat, ég myndi að segja að þetta sé ágætis nálgun og þetta eru þeir hópar sem tekjulægstu hóparnir sem að Hagstofan býr til launavísitölu fyrir. Þannig að þess vegna tók ég þessa 2 fyrir. Og ég tek bara ber saman launaþróun þessara hópa saman við þessa ímynduðu neyslukarfu og fæ það bara út mat og kaupmáttar þróun þeirra. Og ég með undir tímabili frá janúar 2020 bara fram í júlí í ár og reyndar síðustu 2 mánuðirnir byggðir á spá sem ég geri vegna þess að það ekki til sko
launavísitalan fyrir mismunandi hópa nema bara til maí. Já, hún endar í maí en launavísitalan var allan markað. En þú getur nú áætlað eitthvað núna vegna þess að kauphækkanir eru komna fram, hagvaxtaraukin, hann hefur komið fram í maí, byrjun apríl. Skattabreytingarnar áramótin, ég veit ekki út að þær eru með inn í þessu. Nei, ég nefnilega til einföldunar vegna þess að Hagstofan heldur ekki utan ráðstöfunartekjur sérstaklega á sama formi og þessa tölu sem ég með hér, þá þetta bara kaupmáttur launa, en ekki ráðstöfunartekna, en það í sjálfu sér mikilvægara að kanna þetta kaupmáttur ráðstöfunartekna og eins og ég tek hérna fram í greininni, sko, þetta bara æfing, ég ekki vísindum. Þú ert að benda á þörfina að gera þetta og þú mátt ekki gera á lítið úr sem þú ert að gera. Nei, alls ekki, sko. Svona menntuð ágiskun er bara mjög hæf í umræðu þegar ekki annað í boði. Já, nákvæmlega. Og hver þá þróunin frá maí? Sko, frá því maí frá því í raun og veru september 2001. Fyrir árið síðan? Já, fyrir árið síðan, hefur sko kaupmáttarþróun þessara lágtekjuhópa tvekja sig til fyrir, með þessa forsendur sem gefið, verið lakari heldur meðalmannsins. Og það bara, finnst mér frekar áhugavert og ef við tökum síðan, sjáum að frá því janúar, kaupmáttur þjónustufólks, sem annar hópur sem tek fyrir, byrjaði að draga saman í janúar á þessu ári. Það búið að halda því fram að lágtekjufólk njóti ennþá kaupmáttaraukningar á meðan meðalmaðurinn ekki að því bara því að það þessi mæliskekkja sem við nefndum í byrjun. Þannig að og miðað við þessa gefnu forsendur. Ég veit ekkert hvernig neyslukarar myndi líta út á endanum, skilurðu, enda eins og ég segi, Hagstofan ætti bara að gera það. En það þyrfti að finna þetta, því að þeir sem eru að stýra þjóðarskútunni, þeir ætti að hafa þess að mæla í mælaborðinu, sérstaklega þegar þeir eru sjálfur að segja að þeir ætla að verja sérstaklega láglaunafólkið, að þá verður náttúrulega að hafa mæli á það fólk. Algjörlega, og það bara einmitt það sem ég að benda á, sko, þegar þú ert að ræða mikilvæg málefni, þá þarf það að gera á réttum forsendum og með réttu gögnin, skilur, þú ert að nota gögn og sem að miða því að ræða akkurat þau mál. Skilur, ekki bara nota mat og möt og nálganir, auðvitað allt mat og nálgun, skilur, þegar kemur að tölfræði, en þú getur reynt að komast nær veruleikanum með því að gera það sem ég að leggja til hér, sko. Því að raunverulega auðvitað með þessa mæli bara launavísitöluna og bara almenna neysluvísitölu, að þá ertu kannski ekki, það er ekki bestu tækin til þess að búa til aðgerðir sem að miða sérstaklega því að draga úr áhrifum verðbólgunar á lægstu laun. Akkurat, nákvæmlega, ég myndi bara, ég tek undir það er alveg rétt. Og sko, jafnvel þó og síðustu myndinni hérna í greinu minni kemur fram að sko raungildi kaupmáttar þessa lágtekjuhópa er ennþá hærri heldur en meðalmannsins vegna þess að kaupmáttarþróunin á fyrri hluta tímabilinu sem ég tek fyrir er hagstæðari lágtekjufólki með þessa forsendur. En það sko þetta bara vekur, ég vona það allavega að þetta veki sko fólk til umhugsun það að bara einmitt að vera að nota réttu mælitækin, skilur. Vistu við það? Frábær grein hjá þér og hvatning til þess að við fáum almennilega mælitæki til þess að stjórnmálamenn geti staðið við það sem þeir eru alltaf að segjast ætla að gera. Það er að draga úr áhrifum verðbólgunar á þá sem eru standa veikast fyrir þeir sem eru með lægstu launin. Og það fylgdu grein Halldórs mörg gröf og við munum ganga frá þessu inn á samstöð.is þar sem að fólk getur skoða þetta nánar. En framundan eru hugvíkandi efni, hugvíkandi félag og hugvíkandi ráðstöfn.